Já, Linda, við ætlum að taka hér fyrir helstu fréttamál líðandi stundar með ritstjórnum sem rifa nú munin og rýna í þau stærstu mál sem eru hvað háværust í fjölmiðlum þessa dagana. Fleiri á móti innflutningi á kjöti. Aðalfréttin í Fréttablaðinu í dag fundast stíft í Korphúsi að sjálfsögðu. Aðalfréttin í Mogganum í dag. Við ætlum að tala minni virðingu Alþingis og borgarstjórnar og að sjálfsögðu hækkun launa ríkisforstjóra sem mörgum blöskrar og Kristján Þór Júlíusson sem á nafna Kristján Loftsson. Af hverju hann að vinna svona náið með honum? Við ætlum að ræða það ásamt fleiri góðum í þættinum að þessu sinni. Bjarni Hafþór, ritstjóri og rithöfundur með meiru að sunnan, hvernig var heiðin? Heiðin alltaf góð. Þetta er ekki nei. Og Kristján Kormákur Guðjónsson, ritstjóri DFF. Hvernig var Suðurríkið á leiðinni hingað? Það var bara bragðast mjög vel. Byrjum á þessari frétt hérna. Þetta sló mig svolítið hvað þó margir eru á móti innflutningi á fersku kjöti, þeir sem eru hlindir því segja þetta sé hræðsluáróður. Bjarni, hvernig blasir þetta við þér úr sveitum Suðurlands? Það eru tvær hliðar á þessu máli, algjörlega. Já, það eru alltaf margar hliðar á öllum málum en mér finnst ánægjulegt að sjá þessa könnun. Því mér hefur fundist sorglegt að menn vilji stefna inn í þennan heim að við flytjum eiginlega allt kjöt inn. Ekki kannski aðalega bara út á innflutningi, ekki innflutningi, heldur líka út frá sem ég finnst stóra málið í þessu, það er dýraplæguri. Það er ill meðferð á dýrum og við höfum getað svona, þó að hér megi vissulega bæta mjög þá hefur okkur tekist það og megninu til okkar landbúnaður svona sæmilegu hvað það varðar, margt má laga mjög mikið. Ef að aftur á móti við viljum bara kaupa þetta þar sem allra ódýrast þá erum við að styðja við 111. meðferð á dýrum. Já, en þurfum við ekki bara að girða fyrir þann vanda með alls konar eftirliti, upplýsingum? Við höfum ekkert eftirlit með nautakjötsframleiðslu í Rúmeníu. Hvað halda menn í það? Og við annarkvort gerum við þetta eftir okkar reglum og þeirri skynsamlegu umhverfisvænu nálgun að framleiða þetta hér í heimalandinu. Nú eða við stefnum að því að galopna þetta, en það er ekki, mér finnst ekki mikill mannsbragur á því og mér eru stundum hugsað til þess að meðan þessi þjóð var miklu fátækari, þá þótti það ófínt og til skammar ef menn fór ekki vel með búsmala. Í dag er einhvern veginn eins og stórun hluta þjóðurinn sé bara sama þegar hann hefur diskinn sinn, hvað er þar bakvið? Það er nefnilega eitt að vera kjötæta og allt annað að vera samviskulaus gagnvart velferð dýranna. Sauðkindin er ekki til nema hún sé notuð til kjötframleiðslu hérna, en við verðum að standa að því hvort sem það er hún eða kjúklingarnir að það sé ekki verið farið illa með sig. Þetta sjónum við, hvernig horfir þetta við þér, Kristján? Ég meina að það er talað um hræðsluáróður og hálfu þeirra sem vilja ekki innflutning. Það er talað um... Mér þann bara hérna, hræðsluáróður sjálfan. Það má kannski segja sem svo, ég veit það ekki, en ertu hræddur við innflutt kjöt? Ég var nú einmitt að koma bara frá Rúmeníu núna á sunnudaginn. Og það var alveg ákveðið kjöt þar. En maður skilur alveg, ég skil svona bæði sjónarmið en ég held að sé svona ákveðið hræðslu áróður í gangi sem segir í grein Fréttablaðsins og þessi könnun kemur svolítið á óvart en samt ekki. Þetta er svona skiptist í tvær fylkingar og ég held að sé svona mín skoðun svo að ég er nú alveg upp á ströndum, alveg upp á selkjöti og alls konar skrýtnu kjöti. Og við eldum það nú á henni ýmsa hátt og kannski ekki eftir einhverjum settum reglum, en engar svo sem reglur til það. Ég held bara fjölbreytni í bara matvælaðinni að sé nauðsynlegur og mér finnst alltaf að opna þetta upp á, ekki galopna þetta, en ekki ástæða til þess að galopna, en það eru löndin í nágrenni okkar sem eru sinna þessu og fara að gera þetta alveg jafnvel og við ef eitthvað er, eða betur. Bjarni, það er líka talað um það að aukin samkeppni muni bæta einfaldlega íslenska landbúnað og svo náttúrulega þar fyrir utan þá verðum við eiginlega að gera þetta í ljósi EES-samningsins og Hæstaréttardóma og ekki viltu segja upp EES? Jú, ég reyndi alltaf að vilja það Sigmundur. En burt sér frá því þá var náttúrulega út á það gekk sá samningur á sínum tíma að kjöti væri ekki inn í þessu og við þurftum ekki að leyfa innflutning á hráu kjöti. Þannig að ég held að megi nú enn sækja það.
og þess vegna séum við ekki svona sko, það nú margt að svona breytast jafnvel á þeim vettfangi en að kalla þetta hræðsluáróður að vera móti slæmri meðferð á dýrum það náttúrulega það nú sko sé ég nú sem dýraverndunarsinni sem bara sko venjuleg ósmekkleg. Við Íslendingar sjálfum hefur oft verið staðnir að illri meðferð á dýrum. Já, en og ég segi þess vegna segi það má mjög margt laga hérna, mjög margt og sérstaklega hvað varðar verksmiðjubúskapinn en það samt sem áður þannig að þetta hefur verið til muna betra og það ekkert af engu að við getum rekið þennan verksmiðjubúskap sem ég myndi auðvitað helst vilja banna allan. Við höfum getað rekið án teljandi nótkunnar á lyfjum. Það byggir á því að þrengslin sé ekki of mikil og dýraplagerið sé ekki of mikil þessi illa meðferð á dýrum. Við höfum ekkert verið í neinum öfgum, við höfum leyft hér innflutning á frosnukjöti og innflutningur hefur verið stóra aukast á undanförnum árum og ég sé ekki alveg sko hverjir hagsmunir af þessu nema þá fyrst og fremst fyrir verslunina. En hvernig, Kristján, sérðu pólitíkin í þessu, sko, samkvæmt könnuninni eru 67% Vinstri grænna móti innflutningi á hráu kjöti, Sigurður Ingi og Framsóknarflokkurinn maður allur á móti þess og Sigurður Ingi, hann svona sýnir tennurnar í pólitíkinni í þessu efni og Kristján Þór Júlíusson sem vel þessa tilætlan, hann svona á þeirri línu að það þurfi að upplýsa almenning betur. Heldur þetta muni svona bitna á stjórnarsamstarfinu? Nei, ég held ekki. Ég held að það svo mörg stór mál í gangi í samfélaginu að það kannski á öðrum tímapunkti myndi að gera það. En ég held að gera það ekki núna. Það náttúrulega kjaraviðræður og verkföll og svona stærri mál sem... Þetta fellur í skugga stærri mála? Já, ég held að gera það svolítið. Ég samt forvitinn hvort að Bjarni borði kjöt yfir hvort það sést grænmetis. Nei, ég trúi einmitt á samspilið þessa, vera kjötæta og vera dýravinur. Og ég held að fari algjörlega saman. Og hafi gert með þessari þjóð gegnum aldirnar. En menn eru einhvern veginn að skilja þetta að núna, það ákveðin misskilning. Gott og vel, við skulum fara í aðra sálma. Kristján Þór Júlíusson fekk erindi frá Kristjáni Loftssyni nafna sínum að það þyrfti að breyta reglugerðum að skera dýrin undir beru lofti eða inn í skemmu. Hvernig blasir þetta við þér, Bjarni? Kristján Þór hefur fengið bágt fyrir þetta. Ég þekki þetta ekki til hlítar, ég var nú bara viðurkenna það að ég hef ekki sett mig inn í þetta þannig að ég segi pass þarna. Já, en þú, Kristján? Ég bara nýkominn frá Rúmeníu, sko, ég ekki nógu vel inn í þessu. En þetta mál hefur ekki farið hátt? Nei, það hefur ekki gert það. Það er merkilegt, merkilegt það er. Já. Þannig að þið eru bara, þið segir pass í þessum efnum. Já. En þá skulum við fara yfir í Alþingi og borgarstjórn. Það vekur athygli að ný könnun Gallup viðhorf fólks til þessara merku stofnana, Alþingis og borgarstjórnar, fer hríðlækkandi. Alþingi var komið upp í 30% en fer núna inn í 18% og borgarstjórn fellur 8% stig, fer úr 24 í 16% og borgarstjórn og Alþingi er orðin sko óvinsælli heldur en bankakerfið. Það er mjög hlálegt núna. Það er mjög hlálegt núna. En mér finnst við sjá sömu sko stjórnmálamenn gera þetta sömu grundvallarmistökin. Annars vegar náttúrulega sko Alþingis þátturinn á nú sko þar á miðflokkurinn mjög mikið og þetta samkvæmi á Klausturbar og einmitt það að því svarað eiginlega af þeim sem að það ættir kannski að fyrst og fremst að biðjast afsökunar, svara með hroka. Síðan höfum finnst mér sko eiginlega sama hjá borgarstjóra þar sem að það er þetta óheppilega braggamál. Ég nú sjálfur óskaplega hrifinn af braggum á mér sko drauma að gera upp gamlan bragga sem ég veit en nú þori ég ekki einu svona að hugsa það. Þú er ekkert efna því? Ég greinilega ekki. Ég held að þetta væri mjög ódýrt. En þá í staðinn fyrir að sko einhvern veginn að biðjast afsökunar á þessu, þá koma menn bara með næsta ævintýri. Hálma í... En finnst þið með öðrum orðum að pólitíkin sé að forherðast? Já, mér finnst sko þetta alltaf tilhneiging hjá pólitíkusum sem eru búin að vera kannski full lengi eða eru bara ekki nógu vanda sínu vaxnir nokkuð tíman að í staðinn fyrir að svara af kurteisi
þá fyllast þeir gremju og svarið eftir því. Það það sem að fara með virðingu þessara stofnana. Já, þessi hroki sem svona, maður sér hérna hroka, maður sér bara hann búinn að vera síðustu ára, maður sér hrokan í launahækkunum þingmanna 2016. Maður sér... Við erum að tala gríðarlega launahækkanir þar. Já, svo sér maður þess að Bjarni sem við að tala að í borgarstjórn og þá sko, það var bara núna síðast Stefán Eiríksson að rífast við að skrifa bréf til það sem enginn síðan nafngreindur, maður veit ekki nákvæmlega, maður veit hvernig hann er að tala en að segja það sem ekki, að nákvæmlega þarna við Viggu meðal annars, þau hafa áður rífist. Og færða óþægi frá henni, sko, hún segir að þessi síðasta skítverk hans í þágu Dagsby Eggertssonar, ég minnist ekki þess að til dæmis skrifstofustjóri Alþingis hafi fengið álíka ákvörður að hann sé að vinna síðasta skítverki sitt fyrir forsætisráðherra. Þetta er nýr tónn. Já, og líka bara þá sko, ef Stefán komið svona bréf sem að beinist að ákveðnum hópi og hann sko staðgengill borgarstjóra, það er bara betra að segja við hvernig á nákvæmlega þannig að það sé ekki verið að geta einhverja eyður, er þetta ég sem var svona eða hinsegin. En við sjá... En vera þá bara ákveðni virðingu líka og svo sér maður með Klaustursmáli og það var bara síðast í gær og þá fundur hjá, hvað var hérna út af þungunarfrumvarpinu og Kvennréttindafélag Íslands og Feministafélagi held ég líka og hjá velferðarnefnd og þar situr hún hérna í miðflokknum. Anna Kolbrún? Já, og þá lásu þar upp yfirlýsingu að þeir vilja ekki, fannst óþægilegt að sitja þarna með honum fundi út af hatursorðræðu sem fariði fram á Klaustursbað. Og þetta einhvern veginn svona, í staðinn fyrir að málin sé ykkur kláruð og gerð upp, og þá virðist þetta alltaf bara teyjast og fólk vill ekki vinna saman, menn mæta með húfur og vilja standa fyrir aftan ákveðna pólitíku sem eru flytja ræður. Það alls konar svona uppákomur sem maður sér, ekki það ég ætla að fara og fólk með ekki mótmæla. Það bara fullt af svona uppákomur. Pólitíkin svolítið löskuð. Já, og þetta var ekki til að laga þetta útspil borgarritara og mér var að hugsa til þess, sko, við myndum aldrei sjá Helga Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, fara inn í pólitíkina með þessum hætti og þetta setur rauninni sko allt borgarkerfið svolítið niður því að það verið að gera lítið úr því lýðræði sem á að ríkja. Talaði þessu tuttan og skólalóðinni, alls konar svona orðfæri sem er notað en enginn nefndur nafn. Þetta er afskaplega eins og ég hef haft mikið álita á stefnunni. Að sjálfsögðu má hann segja sitt en mér finnst þá hann að segja bara við hver átt af því að hann skrifa þetta inn í grúppu sem allir starfsmenn borgarinnar í, ekki bara borgarfulltrúar, allir starfsmenn. Tökum aðeins fyrir launahækkanir forstjóra ríkisstofnana sem eru óheyrilegar í nokkrum tilvikum. Við þekkjum náttúrulega 82% hækkun bankastjóra og við þekkjum líka að stjórnarformaður Íslandspósts framkvæmdastjóri Íslandspósts er stjórnarformaður Isavia og hann hækkar laun forstjóra Isavia sem þýðir að það þarf að hækka laun forstjóra Íslandspósts sem er eiginlega sami maðurinn, þannig að þetta fer í taugarnar á fólki og þá er spurningin, hafa Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson tekið nógu hressilega í handbremsuna? Ég meina, það eru tilmæli frá fyrrverandi fjármálaráðherra að gæta hófsemi í launahækkunum en þessir forstjórar fara bara sínu fram þvert á það sem skrifað er til þeirra. Og það er svo sem víða, það er líka í einkageiranum farið mjög hjá stærri fyrirtækjum og það er siglt óskaplega gleitt núna. Það er náttúrulega alltaf spurning, sko, hafa stjórnmálamenn, þetta kannski líka angi af því að við höfum, stjórnmálamenn hafa ekki alveg, ráðherrar, þeir hafa ekki alveg þessi völd sem þeir ættu í rauninni að hafa til þess að skrúa þetta niður. Og það er mikil umræða núna yfirvofandi verkföll og menn eru með stóra orðum það sé verið að skaða þjóðarbúið og það er allt saman á við ákveður rögg að styðjast en þeir sem bera megin sökina á því að til dæmis þessar vinnudeilur eru svona harðar, það eru finnst mér þessir hálaunagreifar, bankastjórarnir og svo núna þessi sem þú nefnir og sjá til dæmis Póstinn nefndan þarna sko, fyrirtæki á stórum ríkisstyrkjum þetta er óheyrilegt. Já, fyrirtæki á Vonarvöl sem hækkar laun forstjórans um 25%. En sko maður greinir, Kristján, hennan pirring í landsmönnum út af þessu. Heldur að þetta liti kjarabarátuna á næstu vikum? Við sjáum að var ekki bara nýleg könnun daginn það sem að var verið að taka afstöðu til fyrirhugaðra verkfalla. Það sem að meiri hluti þjóðarinnar var fylgjandi því. Ég held að það segir svolítið söguna því að yfirleitt er verkfall að trufla líf okkar, setja líf okkur á skorðum. En þarna er vel svona held ég þjóðin komið svolítið nóg og ég held að segir bara mjög mikið og við séum fylgjandi því að fara í verkfall og styðja sér satt. Eða bara að styðja við
þá sem eru búin að sko, kannski setja svolítið eftir og ég held það sem við vorum að tala áðan með Katrín og Bjarna að því að nú séu ríkisforstjórar að hækka sín laun og fleiri stöðum. Ég held að þau hafi nú bara, alþingismenn hafi sett bara svolítið tóninn 2016 með launahækkunum upp mörg 100.000 og ráðherrar mörg 100.000 og þau erum að tala sko 30% launahækkun og svo held ég að Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, að hann hafi verið að benda á það að núna sé sú staða komin upp að fyrirtæki úti geta ekkert verið í mánaðarverkfalli. Þau hafa ekki það mikið bakland til þess að geta tekist á við það. Sem þar af leiðandi gefur þá, hann heldur því fram og ég held ég taki bara svolítið undir það. Að því við erum með hóp, Ragnar og Sólveigu og þetta lið og þau eru bara ætla ekki að gefa neitt eftir og vilji og að það bara gera það að verkum að þau munu líklega að ná bara ansi langt og geta alveg náð sínum fram að því út af því hvernig staðan er komin upp að það er jafnvel kreppu framöndan var ekki skelfiskmarkaðurinn að fara á hausinn og þau munu ná ef að þetta fer á versta veg þá munu þau ná þeim árangri að skaða ferðaþjónustuna óheyrilega og það mun hafa mikil áhrif fram í tíman og mikil áhrif á kjör þessa sama fólks og mér finnst nú stundum svona að þetta minnum í huga að þetta fólk sé nú kannski ekkit endilega sko að hugsa bara launin heldur sé þetta líka ákveðin pólitík. En ertu að tala að þetta sé skrifa inn í leikritið að fara í verkfall? Ég vil ekki fullyrða það. Mér finnst bara stundum að orðaræðan og svona þessi hugmynd að verkalýðsforystan eigi sko það er ekki bara semjum laun heldur á að spóla allir baka ýmislegt í stjórnun landsins sem að mörg af því er í sammála að sé breytt en ég er ekki sammála af vettvanginum sem ætlar að breyta því og svo verður maður bara að reyna að sjá björtu hliðarnar á þessu og það er nefnilega sko mjög sko mikil ljósglæta í þessu hver er hún? Og hún er svo og ég segi þetta þó ég lifi sko sjálfur á ferðamönnum að stórum hluta allavega verslunin hjá mér gerir það að ferðamenn eru náttúrulega allt og margir fyrir náttúru Íslands þá þurfum við að skrúa þetta niður þá er þetta í rauninni óheyrilegt hvernig við förum með landið með þessum mikla ferðamannafjölda og kannski er þetta sent okkur af einhverjum guðum sem ákveða það þarf að hjálpa Íslendingum að skrúa þetta niður en það er mjög líklegt að þessu fólki takist að skaða eigin hag og hag verkalýðs á Íslandi mjög mikið. En áttu vonað að verði verkföll þetta sem skrifa í leikritið? Sko ég veit ekki hvort ég skrifa í leikritið en ég býst við verkföllum af því þetta það verður að fara fram á svo háa mikla hækkun og ég held að hún verði ekki samþykkt og ég held að við sem bara komin með þau sem eru að fronta þetta eða eru þarna í forsvari að þau munu bara að halda sínu til streitu og þannig og það er síðan að við erum að tala ferðaþjónustu og ég held að við hefum einmitt verið að búa til mörg láglaunastörf innan ferðaþjónustunnar og í staðinn fyrir að vera að fókusa að búa til líka önnur störf innan að sko ferðaþjónustunum við haldið okkur uppi og ef það verður hér annar hrun þá eigum við allan einhverju innistæðu fyrir því öfugt síðast og þá er það ferðaþjónustun að þakka en ég held að verði verkfall, ég býst við því það er svona mín spá. Það er því spámarkir en Bjarni að lokum þú nefndir við mig þegar við löpum hérna inn í myndver að þú ert að fara að halda Njáluhátíð í Landnámssetrinu í Borgarnesi með þá kenningu að átökin þar sem eru fræg og hafa verið fræg aldir stafi af kynþáttaóeirðum. Já, þetta er svona í þessu frásagnarleikhúsi sem að Kjartan hefur verið að reka þarna. Þetta er bara síðbúin frétt í mínum huga. Frumsýndum við þetta helgina, já, þetta er nú svona verið að opnast fyrir mér smá saman og með því að sko, það er svo margt sem við höfum neitað að sjá. Við höfum neitað að sjá að þetta var ekki einstofna þjóð sem hér var. Heldur voru þetta margar þjóðir og kannski aðalega norræni menn og keltar og þá fyrir maður að hugsa býtu hvar voru keltar og hverju voru keltar og það kemur kannski, og ég veit að þetta er eitthvað sem að mannum líka kannski ekki að heyra en ljóshærða hetjan sem er þetta þjóðartákn okkar, Gunnar Hámundarson hann er einn af þessum keltum og þegar maður skoðar sögu Gunnarsson úr því þá fer maður að skilja alla einsemdina og það
að hann sé bara hérna einn heima á bænum og býða eftir örlögum sínum? Já, og andstæðingum sínum, öllum öðrum sögum. Þá býðu menn bara mjög fjölmennir eftir svona og hvort sem að tókst að drepa það og ekki, þá voru það svona blóður í átök heldur en þarna því að Gunnar tókst nú ekki að drepa nema 2 menn þegar það kom að hann. En þetta kenning sem hefur fengið svona fiður á síðustu árum? Ég veit, jú, sko, hún passar alveg við það sem menn hafa verið að benda á síðustu árum. Menn hafa ekki kannski hort aðrir á Njálu út frá þessu, en þetta rímar mjög vel til dæmis við kenningar Bergsveins Birgissonar í Svarta víkingnum sem að margir hafa lesið og bara yfirleitt það að menn eru farnir að átta sig á því og Íslensk erfðagreining og fleiri vísindamenn hafa bent á þetta, fornleifafræðin hefur verið að benda á þetta, það er allt sem sýnir þetta að þetta var ekki svona einsleitt samfélag. Þannig að stórun þetta Írar og Keltar. Já, og þessi hugmynd sko að hér alltaf verið ein þjóð og ein tunga og allt það er náttúrulega, sko, það var allavega ekki þannig í upphafi. Og svo getum við sagt líka að það heldur ekki þannig í dag, en það kannski eitthvað millibils ástand þarna. Þú sem að eyðileggja þessa fallegu mynd á okkur? Nei, ég að byggja undir. Mér finnst það miklu fallegri með mörgum tungumálum og mörgum þjóðum. Hvernig horfir þetta við þér, Kristján? Er þetta ekki góð tilgáð? Ég finnst það bara stórmerkilegt. Og alinn sjálfur upp á ströndum og alinn upp í það að horfa af að sem lesa Íslendingasögurnar. Ég hef svona forvitin að heyra hvað hann hefur sagt þessa söguskýringu. En hún er skemmtileg. Já, til þess leikurinn gerður. Já, ég er bara forvitin að vita meira, hann er bara hvar komum að miða. Það var bara að fara í Landnámsvettri og hlusta á Bjarna Harðarson, bókaútgefanda og fyrrverandi ritstjóra, fara með kenningar sínar kynþáttaóeirðir í upphafi landnáms á Íslandi. Sem er gott af ritstjórnum að þessu sinni sem enduðu svona á víkingapælingum. Það er ekki oft sem það hefur gerst í ritstjórnum en svona eru fréttirnar margvíslegar og sumar hverjar síðbúnar en við förum að skipta hér yfir í aðra parta þáttarins og að afloknum auglýsingum heyrum við eitthvað allt annað sem vekur áhuga okkar.